Óli, þú ert nú einhverjum árum yngri en ég, en þú ert búin að vera lengi í þessari baráttu, en hefur þú upplifað annan eins viðsnúning eins og hérna í milli fyrri og seinni átt? Veit það ekki, sko. Ég bara, eftir að fyrstu skotin fóru að detta, þess að fyrstu 2 skotin fóru að detta, þá vissi ég að það væri komið. Það var svona þannig eitthvað momentum, skilur við vorum að ná brákustum. Svakið ykkar er svo rosalegt að þeir... Það var alveg sama hver skaut á körfuna, það fór allt honni, þannig að... Við reiknast til að það hefði ekki klikkað 1 þriggjastaðarskot í þriðja leikluta. Og Maggi, já, í þriðja, já. Mér er bara alveg saman hvernig þetta fór, sko. Ég er bara svo ánægður að við höfum unnið og... En þetta er ótrúlega leikur að því fyrri áleik, það var greinilegu skjálfti í ykkur. Þið skorið 10 stig í fyrsta leiklut og Keflavíkingar voru bara einfaldlega betri og þeir eru betri í fyrri áleik, en samt komist þið yfir og börsir, getur verið að það hafi verið bara sálfræðilega sterkt. Það er ekki skilur, en við bara hets á kredit á bara Keflvíkingarna. Þeir eru með rosa gott lið. Þeir missa besta leikmannin sinn, en samt eru þeir ógeðslega góðir án hans. Það er kannski meira skipulagðir án hans. Það fer meira, þeir hlaupa sóknina meira og bara kredit á Keflvíkingarna, þeir stóðu sig bara frábærlega. En eins og ég er búinn að segja allan tíman við marga sem hafa spurt mig að okkar versti óvinur eru við sjálfir. Kane. When this motherfucker shows up, we win. I told you why we're gonna win the championship. What was going on in the second half? Why was the difference between the first half and the second half? I got on a plane. I went all the way back home and came back. Yeah. Quickie. Þessi kann að stela fyrirsögninni. En ertu með Óskar Mótterja í hústunum? Bara, eins og ég haf alltaf sagt, ég hef búin að spyrja mig 2 og 3 Var ekki gaman að fá Njarðvík upp og að vera allavega með heima? Það koma svo fáir í Lónagarði. Skotan. Ég væri til að fá Njarðvík að við spilum í nýja húsinu. Þannig að mér er alveg sama. Bara, það eru topp. Þetta eru 2 geggjur lið sem við erum að fara að mæta og sem er að spila núna eftir. Þannig að það er bara gaman að sjá hvað við fáum og við erum bara spenntir. Til lukku með þetta. Takk.